Velkomin í þetta myndband sem ber yfirskriftina Hvernig ætlar þú að nýta tímann í dag? Það fjallar þann tíma sem við höfum úr að spila í skólanum og ég ætla að setja upp einfalt dæmi og setja í samhengi þann tíma sem við ákveðum að nýta í eitthvað annað en nám. Við skulum byrja að ímynda okkur að öll skólagangan okkar, allur tími sem við notum í skólanum geti fyllt eitt svona vatnsglas. Þannig að allt þetta vatn, fullt vatnsglas, það táknar allan tíman sem við höfum í nám í skólanum. Þetta fulla glas gæti sem sagt tákna nám nemanda sem nýtir allan tíma sem hann getur í skólanum. En hvað gerist þegar nemandi eyðir 20 mínútum í hverri kennslustund í annað en nám? Við skulum reikna það át. 20 mínútur í hverri kennslustund þýðir 140 mínútur á dag. 140 mínútur á dag, 5 daga vikunar, gera 700 mínútur á viku eða 11 klukkustundir og 40 mínútur. Það jafngildir því að 46 klukkustundir og 40 mínútur fari til spillis á mánuði, sem jafngildir síðan 420 klukkustundum á skólaárinu eða 87 heilum skóladögum. Ef nemandinn gerir þetta öll 10 árin í grunnskóla, jafngildir það því að 5 heil skólaár fari til spillis. Hvað gerist þá við glas nemandans? Nemandinn, sem 10 ári í skólanum, hefur aðeins notað 5 ár í námið sitt. Glasið hans hálf tómt. En hvað ef við setjum upp dæmi sem ekki alveg svona ýkt? Hvað ef nemandinn nýtir tíman vel í tímum en alltaf 10 mínútum og seinna og 3 mínútum? 10 mínútur 3 sinnum á dag gera 30 mínútur á dag. 30 mínútur á dag gefa 150 mínútur á viku sem 2,5 klukkustund, ekki 2,50 eins og stendur þarna. Það jafngildir 11 klukkustundum og 20 mínútum á hverju mánuði. Ef við reiknum það upp í allt skólaárið, þá það 90 klukkustundir á skólaárinu eða 19 heilir skóladagar. Og ef nemandinn gerir þetta öll 10 árin í grunnskóla, jafngildir það rúmlega 1 heilu skólaári. Bara þessar litlu 10 mínútur að koma sér inn úr frímínútum og koma sér að verki, safna saman í 1 heilt skólaár. En hvað gerist þá næst? Næst þegar þið langar að slæpast eða ærslast eða spjalla, leika þér í iPadinu með eitthvað annað þegar þú átti að vera að læra, skaltu spurja sjálfan þig: hef ég efni á því? Má ég missa meiri tíma? Hvernig vil ég nýta tíman minn í dag? Ef við setjum þetta aftur í samband við glösin, hvort glasið vilt þú eiga við útskrift úr 10. bekk? Hvor nemandinn, þessi hægra megin með fulla glasið eða sá sem með hálfa glasið til vinstri, hvorum þeirra mun vegna betur í framtíðinni? Hver mun eiga auðveldara með framhaldsnám? Ég ætla að gefa ykkur smá von í lokin, sérstaklega þeim sem að upplifa það að þeir hafi sóað of miklum tíma hingað til í skólanum. Það aldrei of seint að byrja. Vegna þess að glasið sem að maður búinn að vera að tæma jafnt og þétt, það hægt að fylla á það aftur, það hægt að vinna þetta upp. Fyrst og fremst það spurning hugarfarsbreytingu. Þú átt rétt á 10 ára ókeypis grunnskólanámi, þú verður að nýta þann rétt. Takk fyrir.